Eining iðja hefur síðustu 6 ár fengið Gallup til að gera viðhorfs- og kjarakönnun meðal félagsmanna sinna. Markmiðið meðal annars að kanna kjör félagsmanna og viðhorf þeirra til ýmissa mála. Nýjasta könnunin var gerð í október og nóvember og svöruðu 752 félagsmenn. Formaður Einingar iðju segir að þessar niðurstöður nýtist félaginu á margvíslegan hátt, en byrjum fyrst á heildarlaunum félagsmanna Einingar iðju. Meðaltalslaunin eru 442.000 krónur sem eru heildarlaun kvenna og karla á svæðinu. Það hækkaði frá því að 2015 úr 408 upp í 442.000. Það telst umtalsverð hækkun væntanlega. Já, það umfram þessar almennu kauphækkanir sem hafa verið á þessu tímabili. Þannig að það eitthvað í gangi. Ef þú miðar þessi laun til dæmis þá við höfuðborgarsvæði þar sem að flestir búa, það hefur stundum verið talað að Eyjafjarðarsvæðið sé hálfgert láglaunasvæði. Já, miðað við þær kannanir sem hafa verið gerðar núna á höfuðborgarsvæðinu í Flóabandalaginu og hjá okkur, þá kemur það út að laun við sambærilega vinnu sé hærri hér á Eyjafjarðarsvæðinu heldur en á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það hefur oft verið þannig að heildarlaun hafa verið hærri hérna, heldur en til dæmis í Reykjavík. Það hefur verið aðeins meiri vinnutími, en dagvinnulaun hafa yfirleitt verið aðeins lægri hérna. En núna eru bæði dagvinnulaunin og heildarlaunin hærri miðað við það sem kom út úr könnun Flóabandalagsins sem vil ég meina að sé nú svona þvert ofan í það sem fólk talar svæði hérna hjá okkur. Dagvinnulaunin voru í lok nýliðins árs að jafnaði 346.000 krónur á mánuði, miðað við 320.000 krónur árið 2015. Hækkunin svipuð og heildarlaunin. En hvað með kynbundinn launamun? Því miður þá hann þó nokkur, en hann á milli áranna allavega hefur hann minnkað. Þannig að það þetta jákvætt, en á þessum 6 árum sem við erum búin að vera að gera þessar kannanir, þá hefur þetta verið mjög rokkandi. Í fyrra þá jókst munurinn, svo minnkar hann aftur núna og við vonum bara að það haldi áfram að minnka þessi kynbundinn launamunur. Bónusgreiðslur eru víða tíðkaðar, eru margir á bónusgreiðslum? Við höfum spurt eftir þessu og þetta mjög svipað. Þetta svona rúmlega 20% félagsmanna sem að fá einhverju auka greiðslu umfram kjarasamningsbundna samninga. Könnunin leiðir í ljós að 12% lesa sjaldan eða aldrei launaseðla sína. Mín persónulega tilfinning sú að eftir að það fór að setja alla launaseðla inn í heimabanka eða inn á svæði hjá sveitarfélögum, að þá einhvern veginn að fólk það kannski veigra sig við því, það kannski kann ekki að ná í seðlana eða eitthvað annað og lætur það bara eiga sig. Hvaða hópar eru það sem að síst skoða sína launaseðla? Já, allir þeir sem ég hef spurt á þessar spurningar hafa sagt að þetta örugglega yngsti hópurinn, en svo ekki. Þetta hópurinn frá 35 til 45 ára sem að sjaldnast skoðar launaseðlana sína, en yngsti hópurinn hann er nokkuð vel virkur. 70% segjast vilja fá hærri laun, þó eru fleiri ánægðir með launin sín nú en árið 2015. Fleiri segjast sækja námskeið sem tengjast vinnunni en áður. Björn segir að þetta hlutfall hafi hækkað á undanförnum árum. Húsnæðismál félagsmanna voru könnuð sérstaklega. Þeim fækkar sem búa í eigin húsnæði en fjölgar sem eru á leigumarkaði eða búa í foreldrahúsum. Og þetta segir okkur náttúrulega bara það að það erfiðara fyrir ungt fólk, sérstaklega ungt fólk, að kaupa sér húsnæði. Og svo það líka bara þannig að mjög margir sem svara svona könnun, þeir vilja ekkert endilega kaupa, þeir vilja frekar komast í bara öruggt leiguhúsnæði sem það getur þá verið öruggt og það það sem við í hreyfingunni höfum nú verið að reyna að keyra áfram, að fólk geti fengið leiguhúsnæði sem öruggt og ekki bara óvankvæmt að menn fá einhverja mánuði eða eitthvað annað, heldur en geti þá verið bara lífstíll að menn leigi bara þess vegna í árin eða bara kannski alla sína ævi. Hvað með afstöðu fólks til félagsins sjálfs? Já, við erum búin að spyrja þetta núna í nokkur ár og það verður að segjast eins og að fólk virðist vera mjög ánægt með bæði þjónustuna hjá okkur og félagið í heild, þannig að það eru aðeins tæp 5% félagsmanna sem eru frekar eða mjög ósáttir við það sem við erum að gera, sem
bara í mínum huga mjög gott þó maður auðvitað vilji ná þessum 4,1% ánægðri en þetta kemur mjög vel út. Og ef við horfum á það þá eru 60% félagsmanna sem hafa nýtt sér einhverja þjónustu á síðasta ári. Og það verður þetta að segja eins og að þeir sem ekki nýta þjónustuna, þeir eru ósáttastir með hana. Þetta nýbyrjaða ár, hvernig verður það svona í kjarabaráttulegu tilliti? Það eru væntanlega rauð strik í þeim kjarasamningum sem eru í gildi? Já, það opnunarákvæði núna í febrúar sem að þá setjast menn niður fyrir þann tíma og svona tékka á því hvernig staðan Það bæði hafði mikið að segja þetta frumvarp sem var jafna lífeyrisréttindin. Það fór nú í gegn og það var mjög stórt mál sem að þetta komið í höfn, en svo þetta spurningin hafa aðrir hópar farið langt umfram eða eitthvað þannig sem að menn munum þá skoða núna í febrúar, og þá það ákvörðun það hvort að samningum sagt upp eða ekki, og ef að samningum sagt upp þá losna þeir í maí. Í byrjun ársins formaður Einingariðju bjartsýnn eða svartsýnn fyrir hönd launþega? Ég bjartsýnn. Mér finnst það uppgangur í okkar þjóðfélagi, uppgangur á Eyjafjarðarsvæðinu, og þannig ég bjartsýnn að við getum átt nokkuð gott ár.